Færð þú stundum það mikinn tölvupóst að þig hreinlega verkjar í augun af því að lesa listan? Í Outlook getur þú síað tölvupóstinn þannig að þú færð aðeins það sent sem þú þarft að fá. Eða þú getur notað skipulagstólinn í Outlook til að merkja póst frá ákveðnum aðilum í mismunandi lit. Þú getur líka flokkað tölvupóstinn eftir ýmsum flokkum, svo sem nafni sendanda, viðfangi eða mikilvægi. Þú getur einnig notað regluálfin, á ensku Rules Wizard, til að setja upp ákveðið ferli fyrir ákveðin póst. Sem dæmi, þá getur látið póst frá ákveðnum aðila eða aðilum fara beint í sérstaka möpp. Dagatalið er einstaklega þægilegt þegar kemur að því að skipuleggja fundi eða viðburði. Þú getur látið Outlook minna þig á fundi og ýmsa hluti sem þú þarft að gera. Outlook býður einnig upp á fundaskipulag sem auðveldar mjög að finna tíma sem hentar öllum. Þessi virkni er reyndar aðeins til staðar hjá notendum eða fyrirtækjum sem nota Microsoft Exchange server. Þú getur einnig uppfært upplýsingar í Outlook í gegnum internetið. Þannig getur þú samhaft upplýsingar frá öðrum einstaklingum sem nota önnur skipulagsforrit eða eru ekki tengdir við sama Exchange server og þú. Tenglalistinn gerir þér kleift að safna upplýsingum og vinna með upplýsingar þá einstaklinga sem þú hefur sett þar inn. Þú getur framkvæmt margar aðgerðir beint úr tenglaglugganum, svo sem hringt í fólk og sendt tölvupóst. Á verkefnalistanum bætir þú inn hlutum sem þú þarft að vinna, fylgjast með eða ætlar að fela öðrum. Dagbókina getur þú notað til að fylgjast með samskiptum þínum við fólk af tenglalistanum. Þú getur líka notað dagbókina til að skrá notkun þína í Office-forritunum. Þegar þú skoðar hluti í Outlook, þá verður þér margar leiðir færar til að skipuleggja, sía og flokka saman tölvupóst, verkefni eða fundi þannig að þú nýtir tíma þinn sem best í vinnunni. Og ef þú notar Outlook í dagvalmyndina, þá séð þú augabragði fundi og viðburði, verkefni og fjölda ólesins tölvupósts.